Hvað eru þættir tölu? Hvað gerum við þetta? Jú, þættir tölu að finna hvernig getum við búið töluna til með margföldun. Og þá byrjum við á að gera alltaf bara einu sinni talan. Svo skoði ég, get ég gert tvisvar sinnum? Já, ég veit sléttala. Get ég gert þrisvar sinnum? Ekki þessu tilfelli. Get ég gert 4 sinnum? Get ég gert 5 sinnum? Get ég gert 6 sinnum? Nei. Og ég þarf ekki að leita lengra því þá komin í 7 sinnum passar ekki 8, það er hér. Þannig að þetta eru þættirnir. Og ég skilu svo svona? Nei. Ég þarf að gera 1, 2, 4 til niður hérna megin og svo upp hérna megin. Raða þeim í stærðarröð. Þetta eru þættir tölunar. Hérna, einu sinni 40, 2 sinnum 20, 3 sinnum gengur ekki, 4 sinnum 10 gengur, get ég gert 5 sinnum, já, 5 sinnum 8, 6 sinnum, nei, 7 sinnum, nei, þá er ég komin í 8 og ég ger eins og áðan 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 og 40. Þetta er svarið. Pínu endurtegning. Hvað gerist hér? Jú, einu sinni 64, síðan ger ég 2 sinnum 32, 3 sinnum, nei, 4 sinnum, já, 4 sinnum 16, 5 sinnum, nei, 6 sinnum, nei, 7 sinnum, nei, 8 sinnum, já, 8 sinnum, 8. Þá skrifa ég 1, 2, 4, 8, ekki 2, bara einu sinni. Raða þessi stærðarröð, 16, 32 og 64. Ef ég myndi skoða núna, hvað eru margir þættir hérna? Hér eru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hérna eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hérna eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Af hverju kemur oddatala hér? Jú, það er af því að 1 þátturinn er sama talan 2. Þetta er ferningstala, af því 8 sinnum 8 er 64. Sama tala margföldum með sjálfu sér, hún gefur mér ferningstölu tölunar. Og 8, ég skrifa það bara einu sinni, ekki 2, þess vegna kemur oddatala. Prófum að gera 40. Ég ætla að finna þætti töluna 40. Nota frumtölunar sem eru tölur sem bara einnótalan sjálf gengur upp í. Þetta ekki skrifa þetta sem margföldun 2 annarra talna. Og ég ger ekki einu sinni því einu sinni er margföldunar hlutleysa. 2 sinnum 20. En 2 er frumtala og ger ég hring utan það. Þetta væri 2 sinnum 10. Aftur, 2 er frumtala. Og þetta er 2 sinnum 5. 2 er frumtala en líka 5. Og þetta er allt orðið frumtölur, þá er ég búinn. Þannig að þetta eru frumþættir tölunar 40. Og sjáðu, þetta er ekki alveg það sama og hér. Reyndar er alveg spurning hvort maður á að telja einu sinni með. Það er flóknar umræða. En hérna erum við með 2. Og hvað er þá rest? 2 sinnum 2 eru 4, 4 sinnum 5 eru 20. Þannig að fyrsta settið er þessi tala sinnum rest. 4 sinnum 10, 2 sinnum 2 eru 4, 2 sinnum 5, þetta er þessi sinnum þessi. Þetta er 5 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 2 er 8. Ég get notað frumþátturinn og svona til þess að finna þættina. Því ég þarf alltaf að margfalda allar útgáfur af frumþáttunum, þá fæ ég þetta hér. Og þegar þetta er ekki nema 4 tölur, þá er þetta ekki fleiri möguleikar en þetta.